hjartalega velkomin. Við höldum áfram fyrirlestarröðinni. Við höldum áfram fyrirlestarröðin okkar og hérna hann Jan Harry mun tala til okkar hérna rétt og eftir. En við skulum hefja stundina á því að lúta höfði í bæ. Kæri himneski Faðir, við þökkum þér fyrir alla þínar blessanir og við þökkum þér fyrir það að þú hefur gefið okkur tækifæri að koma hér saman til að hlýða á þitt orð. Kæri Faðir, við biðjum þig að útdela þínum heilaga anda yfir okkur öll sem eru hér, þau sem kunna vera á leiðinni, þeim sem jafnvel komast ekki eða þeir sem fylgjast með á netinu. Kæri Faðir, við biðjum þig að blessa og leiða og vernda og vera einnig á sérstakann hátt með ræðumanni kvöldsins Jan Harry. Kæri Faðir, við biðjum þess í Jesú nafni. Amen. Það þarf vart að kynna ræðumanninn, svo ég ætla ekki að verja tímanum í það, en við skulum bara syngja strax þema sálmin okkar áður en að hann tekur við. Gefðu gætur að Jesú. Þá gef ég orðið yfir til hans, Jan Harry. Good evening, everyone. Góða kvöldi öll sömul. It's still Sabbath, so I'll wish you a happy Sabbath. Það ennþá hvíldadagur, svo ég óska ykkur gleðilegs hvíldadags. Thank you for coming back. Takk fyrir að koma aftur. I was beginning to worry. Ég var farin að hafa smá áhyggjur. I am competing with the sun out there. Ég að keppa við sólina þarna úti. It's not the S-O-N sun, but it's the sun. Það ekki S-O-N, heldur sólin. And you know, you're in Iceland. And when you do see the sun, you get excited and you want to be in the sun. Og ég veit að við erum á Íslandi og þegar við sjáum sólina hér á Íslandi þá erum við spenntir og vilja vera í sólinni. I praise God that the S-O-N, the Son of God, og ég lofa það, Guð fyrir það að S-O-N, sonur Guðs, triumphed over the sun. Sigraði sólina. And we find ourselves in here Og við erum hér to listen samankomin. to his words. Að hlýða á hans orð. This evening, we're going to be talking about depression and death. Og í kvöld þá munum við ræða þunglindi og dauðan. But before we dive into our topic, En áður en við förum að ræða það umræðefni, I invite you just to bow your head again and we will pray. þá bið ég ykkur að ljúta höfðu með mér í bæn. Mighty God and everlasting Father, Almáttugur Guð og ævarandi Faðir, I want to thank you and praise you for the Sabbath. ég vil þakka þér og lofa þér fyrir hvíldardag þinn. Thank you and praise you for bringing your children back here this evening. Þakka og lofa þér fyrir að þú hefur komið með börnin þín aftur hingað í kvöld. Father, they could have been outside doing other things, Faðir, þau hefðu getað verið úti að gera aðra hluti, but you brought them here. en þú komst með það aftur hingað. So please, in the name of Jesus, Svo í Jesú nafni, do for them what no human power can do for them. gerðu fyrir þau þar sem ekkert mannlegt vald getur gert. Speak to me, speak through me. Talaði til mín og talaði í gegnum mig. And Father, send your spirit to minister to our hearts. Og Faðir, sendu heilagan anda þinn til okkar. And give us clarity in thoughts. Og gefðu okkur skýra hugsun. In Jesus' name we pray. Í Jesú nafni. Amen. Amen. All right.
So we're just going to go with a few definitions, a brief one, Við ætlum að byrja að fara í gegnum skilgreiningar and then we will dive into what depression is, what is involved in depression, og svo munum við skoða hvað er innifalið í þunglindi one of the major effects of depression, og svona stærstu afleiðingar þunglindis the brain circuit that is involved, og hvaða heila starfsemi er þarna í gangi and by understanding that nature, og með því að skilja eðli þess we can see what can help us þá getur séð hvað getur hjálpað come okkur out of it að komast út úr by slíku God's grace and help. fyrir Guðs náð og hjálp. So notice it says here depression, also known as major depression, major depressive disorder or clinical depression, Þunglindi sem er þekkt með mismunandi nöfnum is a common but serious mood disorder. er algengt en alvarleg To be diagnosed with the disease, the symptoms need to be present at least 2 weeks. hvað maður segja, geðröskun, ég veit ekki hvort það sé alveg 100% rétt orð, en til þess að vera skilgreindur sem þunglindur einstaklingur þá þarf það að vera með einkennin að minnstakosti 2 vikur. There are different types of depression. Og það er til mismunandi tegundur þunglindis Here you see major depression, og það er alvarleg þunglindi. it includes the major depressive symptoms, Það innifelur það að vera með einkenni þunglindis and there's a loss of interest og það er skortur af áhuga that interferes with the daily lives activities. sem hefur það áhrif að þetta hefur áhrif á annað daglegt starf. There is persistent depressive disorder. Síðan er til svona þrálátt It's less severe, þunglyndi. Það er minna alvarlegt but they last much longer. en þau vara töluvert lengur. And there is also the perinatal Og síðan er líka depression that occurs during pregnancy, before pregnancy, og það er bæði getur áttust það er or after þunglindi childbirth. sem tengt fæðingarþunglindi, tengt bæði fyrir fæðingu og síðan eftir fæðingu. Otherwise known as prenatal and postpartum Já, og depression. fæðingarþunglindi bæði fyrir og eftir. Interestingly, there's also some have coined the seasonal affective disorder. En svo er líka þannig að þunglindi getur líka verið árstíðabundið. And it comes and goes with seasons. Og það getur komið og farið með árstíðunum. It starts in the late fall or early winter, Byrjar seint á haustin eða snemma veturs and it goes away during spring and summer. og það fer aftur í burtu vorið og yfir sumarið. Then you have also the depressive symptoms with psychosis. Og síðan getur líka verið með þunglindi ásamt psychosis, They have delusions, það hallucinations. getur verið með ofskynjun, já. Delusion is there's false fixed beliefs. Og það getur verið að þú sért með þunglindi með And hallucinations Já, is that. Sorry, did I interrupt you? No, the word escaped me. Þannig að maður sér hluti sem ekki raunverulegir. And hallucinations are those hearing and seeing things Jafnvel að heyra og sjá hluti sem eiga sér ekki stað í raunveruleikunum. that are not present. Já. So now, let's dive into these slides. Notice, Takk eftir hér. bless you. This is the Blessed depression by numbers. The median age when depression diagnosis is the age of 32. Og þetta er þunglindi út frá tölum og meðalaldurinn eða miðgildisaldurinn er 32 ára þegar fólk er greint með þunglindi. I tried to look for numbers for Iceland, and there's conflicting data, so I didn't put it in. Ég reyndi að leita tölum sérstaklega fyrir Ísland en ég fekk ekki skýrt gagnasafn heldur eitthvað sem rakst á hvort við annað. There's at least 17.7 million annual numbers of Americans who experience depression annually. Það er 17.700.000 Amerikana sem að upplifa þunglindi á hverju einasta ári. And 35% of adults who do not receive treatment. Og 35% fullorðna sem að fá ekki meðferð. There's 50% chance of having second episode of depression. Og það eru helmingslíkur að 50% líkur að því að fá aftur þunglindi. And it's the number one, depression is the leading cause of disability in the US. Og þunglindi er bara leiðandi í sem sagt
ástæði fyrir því að fólk með örorku í Bandaríkjunum. Interestingly, Og það the áhugavert. other night when I was talking about anxiety and panic attack, Og þegar ég var að tala kvíða og kvíðaköst heitt kvöldið, I've shown you that Iceland has one of the highest, at least sits right on the top, antidepressant use og það var in the áhugavert Western world. að ég sýndi ykkur gögnin að þar eru Ísland mjög ofalega, ef ekki bara efst, af þeim sem nota lyf gegn þunglindi. But what I have discovered in that is not all of them are for depression, but also anxiety. Og það ekki bara fyrir þunglindi, heldur líka gegn kvíða. That's why there's a mixed data, conflicting data, Og þess vegna eru gögnin svolítið svona á misvís við hvort annað, because of the number of anxiety and depression overlaps. af því að tölur fyrir kvíða og þunglindi þau svona þetta skarast á. So, factors associated with depression. Hlutir sem eru tengdir við þunglindi. Of course, the genetic and epigenetics play a very strong factor. Og gen hafa áhrif á þetta. These are the inherited traits. Þetta sem við erfum sem fylgir okkur. And the gene expression changes. Og líka breytingar í genamengjum. You also have the environmental factors. Umhverfið. Pollution and living condition. Pollution and living condition. Já, og bara hvernig fólk býr. It has been shown, there's a study by Loderman in Germany, Og það var gerð rannsókn á Loderman í Þýskalandi. published in 2018, Og hún var birt árið 2018. showing that those who are living in the city Sýndi að þeir sem byggu í stórborg have higher risk of voru having depression líklegri til að fá þunglindi. than those that are living in a country where there are green areas. Heldur en þeir sem byggu í sveitabæjum eða minni bæjum þar sem var græn svæði. There's also here prolonged stress and traumatic experience. Og mikil streita eða áföll. You have the stress and trauma here, and also comorbid psychiatric disorders. Og líka ef einhver geðsjúkdómar eða örðuleikar, þeir hafa áhrif á þetta líka. You have also the hormonal disbalance. Og ef það hormónaójafnvægi, það hefur líka áhrif á þunglindi. Changes in neurotransmitter. Og breytingar í sendingum. And this also changes in neurotransmitter can be affected by the microbiome. Og þar getur örveran eða góðgerlar eða slíkt í maganum haft áhrif á þessar taugasendingar. Interestingly, there's this high-fat diet also as a factor. Og mataræði sem ríkt í fitu, það hefur líka áhrif á þunglindi eða ítur undir þunglindi. So when we look at some of these things, Svo þegar við horfum á þetta, you can see that there is also just as much as genetic and environment. það bæði erfðir og líka umhverfi. There's a strong lifestyle component. En það líka lífstíllinn hefur mikil áhrif líka. So, notice what it says here. Factors associated with the development of depression. Og hérna eru þættir sem eru tengdir við þróun þunglindi. So, there's excess adipose tissue. Það of mikið af adipose tissue. And gut inflammation, stomach. Og þetta sem gerist að það of mikið af ákveðnum So here you see vefjum og síðan líka bólgur í maganum. This leads to neuroinflammation because of the inflammation here. Og þá kemur líka bólga í taugafrumur. And then you have behavioral changes. Og það býr til breytingar í hegðun. Then you have, of course, weight gain. Og það ýtir undir þyngdaraukningu. Then we become obese. Það ýtir undir ofþyngd. And then the cycle og goes on. svo ýtir þetta undir hvort annað og heldur áfram hringinn. Again, has a very strong lifestyle component. Og aftur að þá mjög sterkur lífstíls þáttur í þessu. Common depression treatment that are out there, explored. Og þessar svona helstu meðferðir við þunglindi. You have the psychotherapies.
Og það hægt að done by psychiatrists and psychologists, hægt að fá meðferð hjá sálfræðingi eða geðlækni and licensed clinician, eða jafnvel einhverju sem hefur fengið starfsleyfi til að ræða við fólk og you have also medications. Svo lyfjagjöf. These are the mood stabilizers, antidepressant, and antipsychotic pills. Það eru sem sagt, já, þessi mismunandi lyf sem að gera stöðuleika í geði, sem sagt, tilfinningum og til að gegn And when this þunglyndi. fails, Og þegar lyfin virka ekki, or in cases where they want to jumpstart some of this, eða þegar að menn vilja reyna að ýta undir, they employ the DBS, þá notað DVS, called deep brain stimulation. djúp heila örfun, And so now, to jumpstart some certain activities that are needed in the brain. til að ýta undir ákveðna hluti starfsemi í heilanum sem hjálpar til við að flýta fyrir Interestingly, meðferð. Og það sem áhugavert, science is recognizing more and more og vísindin að gera sér meira og meira grein fyrir því, what they call mind-body medicine. það sem þeir kalla líkam og huga lyf, eða já, And in some places, Method. or today, they call it mindfulness. og stundum þetta kalla það að vera viðstaddur eða vera já, núvitun jafnvel. It's interesting that it's now being more and more introduced and accepted. Og þetta vera meira og meira samþykkt, But the problem is, en vandamálið it's wrongly directed að fólk svolítið beint í ranga átt. because it goes into Eastern Því að þetta ýtir fólki meditation yfir í and mantra and so forth, austurulegri hugleiðslu og mantrum og slíku, rather than simply trusting, studying, and praying to God. frekar en að hvetja til þess að fólk tristi, lesi og tristi Guði. So science has shown the different critical period of development of the brain. Og vísindin hafa sýnt fram á þessa krítisku tíma í þróun heilans. So this is brain development from 0 up to 20 years of age. Og þetta þróun heilans sýnt frá fæðingu til 20 ára aldurs. And you will see here different processes that takes place. Og þið sjáu að það þarna mismunandi hlutir sem að gerast á hverjum tíma. Above Efst, sjáu þið. is the different psychiatric diseases or illnesses. Og fyrir ofan þá sýnt þessa geðraskanir eða geðsjúkdóma. The earliest one that is first diagnosed is autism spectrum disorders. Og hvernig hægt að greina svona hluti, og það fyrst The number here is einhverfa, hún hægt að greina 2 ára aldur. Is the median age in which they're diagnosed. Og númerið þarna miðgildisaldur þess sem að sjúkdómurinn greinalegur eða And this is greintur með. autism, followed by attention deficit, followed by anxiety, followed by schizophrenia, followed by bipolar disorders and major depressive disorders. Og þarna við byrjum með einhverju, síðan við með ofvirkni eða athyglisbrest, réttar sagt. Síðan við með í kringum 11 ára aldur, þá við með kvíðaraskanir, síðan við með geðklofa og This was published. bipolar og síðan efst þunglindi. This was published a few years ago by Oscar Marin. Oscar Marin is a Spanish professor. Og það var Oscar Marin, spænskur prófessor, sem birti þetta nýlega. Who heads one of this developmental neuroscience psychiatric center in London. Og hann starfar út frá London. And it's now being proposed Og nú verið að stinga upp því that this development, þessi þróun sem á sér stað á þessu mismunandi aldri, if you look at their developmental stage, ef þú horfir á hvað að þróast á hverjum tíma, gives rise to the neurobiological pathology in the brain that takes place in this disease or
illnesses. So that the process that's happening in the brain Yes, is associated with impairment something. here. Þannig að það sem að þá verið að segja að þau ferli sem eiga sér stað, eða svo þróun heilan sem á sér stað á hverjum tíma fyrir sig, hafi tengingu eða tilhengu til þess að valda því sem sjúkdómana sem að þróast með eða greinast yfirleitt á svipum tíma. For example, the neurogenesis issue gives rise to spectrum disorders, autism spectrum disorders. Þannig að þegar heilinn að vinna í neurogenesis eða að búa til tauga frumur, ef ég skildi rétt, að þá það líkur á því að það valdi eða eitthvað sem tengt stífverði valdi einhverju. Improper neural migration gives rise to attentional deficit. Og ef að taugafrumu migration eða flutningurinn, hann mistekst eitthvað, þá íti hann undir það að vera með ofvirkni eða And when speaking of depression in this case, og þegar við erum að tala þunglindi eins og við since tala núna, depression overlaps það sem að þunglindi spannar svo vítt bil, with psychosis, bæði með geðklofa that's schizophrenia, and anxiety, og kvíða, then therefore there's a problem with synaptic pruning, myelination, synaptogenesis. að þá væri það þarna sem sagt þessi þrjú ferli sem að gætu, ef þau virka ekki rétt, þau getu valdið þunglindi. All right, in 2014, there's a group in the United States, bless you, who discovered that there is indeed something wrong, not only in schizophrenia brain, autism, but also bipolar disorders. Og það var rannsókn framkvæmd árið 2014 sem komst að því að það væri eitthvað, there's something wrong in the brain. In the brain, the neural connections. Að það væri eitthvað að því hvernig tauga frumur tengjast í heilum þeirra sem eru með In 2000, geðklofa og einhverfu og bipolar, það væri fyrirgeðu, það var góða orðið. Það trying to remember the correct word for bipolar. Já, en manic já, disorders. maður getur fengið maníu eða svo fer maður niður og upp, það bipolar, maður fer alveg hátt upp og langt niður. Now, why am I telling you this? Akkur ég að segja ykkur þetta? In 2018, I published a paper from Switzerland that identifies the cell and the exact neural connections. Af því að árið 2018 þá skrifaði ég grein og birti sem bendir á nákvæmlega hvaða taugafruma það sem veldur þessu vandamálum. The identification of this cell Og með því að auðkenna þessa heilasellu came about kom með því as a result of my study from the spirit of prophecy. Var afleiðing þess að ég var að rannsaka byggt á því sem andi spádómsskoðunar In segir. 2013, I published this paper Og árið 2013 þá gaf ég út þessa ritrýndu grein. at the Precinct of National Academy of Science of the United States of America. Og hann gaf það út þarna í virtu amerísku fræðiriti. This paper Og þessi ritrýnda grein was realized, conceptualized and realized var tekin inn í þetta fræðasamfélag from this quote from the og fundamentals of Christian education. varð til út frá þessari tilvitnun í Ellen White. It says, the heart of the youth is like impressible wax. It's moldable, it's plastic. Og hjarta hinna ungu eins og vaks sem hægt að móta. But when you get old, it gets harder. En þegar maður eldist þá verður erfiðara að móta það. And so looking at that, I knew that this was simply neuroplasticity. Og ég hugsaði strax að þetta væri aðlögunarhæfni taugafrumu. So I had this idea, how can I demonstrate that in a laboratory experiment? Og ég hugsaði með mér, hvernig get ég sýnt fram á það í tilraunastofu? So I looked into a young brain, Svo ég skoðaði ungan heila a juvenile and an adult brain to demonstrate it. hjá ungmenni og hjá fullorðnum einstakling. This is the juvenile brain. Og hér heili unga einstaklingsins. The same cell Sömu that is, frumur, by the way, heilaselur. affected in schizophrenia, in autism, and depression. Og það akkurat þessi heilaselur sem hafa tengsl eða áhrif á þessa sjúkdóma sem við nefndum áðan.
At young, it's moldable. En þið sjáu að þessar taugafrumur eru mótanlegar þegar þær eru ungar, When they get old, en þegar það verða eldri, because this is an older brain, it becomes less plastic, og þá eru þær less ekki, moldable. þá geta þær ekki lengur hægt að móta þær eins mikið. What renders that? Hvað gerir það? It's what we call the perineuronal nets, these green cells around the red Það eru cells. þessar grænu frumur sem eru í kring sem að hindra breytingar. More abundant in adult Og það or er, age than in young. og það er meira þær hjá öldruðum eða þeir sem eru eldri heldur en hjá þeim sem eru yngri. So now we have also discovered Svo nú höfum við einnig that uppgötað in absence of this net, og án þessa, maður getur maður sagt net, the græna cell netsins, þá mun fruman becomes susceptible to damage. að þá verður fruman eða heilasellan, hún verður viðkvæm fyrir skaða. And in bipolar disorders, Og þegar við erum In að tala um schizophrenia? bipolar og geðklofa in autism, og í einhverfu, this is impaired. að þá hefur verið átt sér einhver skaði í stað á þessum taugafrumum. They are sensitive to oxidative damage. Og það er þessi oxun sem á sér stað. So how do you protect it? Svo hvernig getum við vendað frumunar? You introduce antioxidants, simple, Og þá hvað til þess að vera með það sem er svona as a proof of concept. andóksunarefni og As a það proof of til að reyna að skoða hvernig það virkar. So you see here, the red one, just pay attention to the bar. Sjáðu hérna rauða súlan. That is when there is a lot of excess. Það þegar það er umframmagn. This is when it should not, the normal. Þetta það sem er eðlilegt. When we introduce antioxidant, Og þegar við kynnum inn andóksunarefni, it brings it, normalizes it. þá dregur það aftur niður og fer inn í eðlilegt horf. Increase oxidation marker, Þarna sjáum við hvernig merki fyrir signal. But when there is antioxidant, it reduces it back to control level. Þannig að þarna sjáum við merki hvernig þetta rýkur upp, en ef við notum andóksunarefni, þá sjáum við hvernig það rýkur, fer aftur niður yfir í eðlilegt horf. Damage cell Compared to skötufruma control, í samanburði við eðlilega frumu. restored by antioxidant. Og við sjáum hvernig hún er löguð með andóksunarefni. The same with the perineuronal net. Og sama restored. með tauganetið, þetta græna netið, það lagast líka við að vera kynnt við andóksunarefni. So now we can identify Svo nú getum við greint og fundið the cell, frumuna and interestingly, og áhugavert, These það er áhugavert, cells þessar are frumur, also sensitive to lifestyle. þær eru líka viðkvæmar fyrir lífstíl. So exercise, Svo líkamsrækt, diet mataræði affects hefur these áhrif cells. á þessar frumur. That's interesting. Það er mjög áhugavert. For a neuroscientist, to me, that's something, an epiphany, a revelation. Fyrir mig sem taugavísindamann þá er þetta svolítið mikil uppgötun. That the lifestyle that we have been given Að lífstílinn sem okkur hefur verið gefin in the Word of God and in the counsels í orði Guðs og líka í ráðgjöfum helps protect our hjálpa nerve cells against damage. til þess að verja taugafrumur okkar gegn skaða. So look at the development of spiritual rooted depressions. Og hér sjáum við þróun þunglindir sem á sér andlegar rætur. Okay, now you have disappointment. Það kemur einhver vonbrigði upp. Then there's this sadness, this is grief, unfulfilled expectations. Og það kannski einhver ringulreið, sorg eða, já, og þarna einhverjar væntingar sem hafa ekki verið uppfylltar. When this disappointment is not dealt with rightly, Og þegar ekki er tekið á Rightly. slíku, þegar ekki tekið á slíku correctly, rétt, it spirals to discontent. að þá verður þetta að svona One becomes óánægður. self-righteous, self-pity, brooding anger and bitterness. að vera óánægður og maður verður sjálf réttlátur og vorkinni sjálfum sér, maður verður reiður og bitur. When you are not this is not dealt with, Og að það ekki tekist á við það þá, it spirals down to despair.
hopelessness. þá fer það niður í vonleysi. They're seeing no way out, giving up on responsibilities and etc. Það engin leið út, sér maður, og maður gefst upp á því að sinna skyldum. And when you are caught in this cycle, Og þegar maður komin inn í þennan vítarhring, it is downward trend. þá leiðir þetta yfirleitt niður. The next follows destructiveness. Og síðan kemur bara eyðing. This is the critical spirit, hostility, impulsivity. Og þarna maður komin yfir í það að vera mjög gagnrýninn, illur eða vondur gagnvart öðrum og líka hvatvísi. Why am I showing you this? Akkur að sýna ykkur þetta? We live in a sinful world. Að því að við lifum í syndugum heimi. We all have disappointment. Við lendum öll í því að það eru vonbrigði. The question is, how do we deal with disappointment? En spurningin hvernig tökumst við á við Because undealt with, við vonbrigði. Því að ef við tökumst it ekki á could við vonbrigði, spiral down. þá rennum við niður. And when you are here, it's hard to get out of it. Og þegar við erum hérna niðri, þá erfitt að komast út úr því. So it's important to recognize Svo það mikilvægt að átta sig á því when we are disappointed. þegar að við verðum fyrir Do vonbrigði. not remain in that disappointed mindset and state. Ekki dvelja í þessu hugarástandi þess að vera vonbrigði. Have a mindset Heldur skulum við hafa hugafar that whatever the enemy meant for evil, að allt það sem að óvinurinn hefur ætlað okkur til slæms, God can turn it to good and a blessing. þá getur Guð breytt því í gott og jafnvel Always blessun. have an upward look Skulum alltaf hugsa jákvært og upp rather than a downward. heldur en að hugsa niður neikvært. Because each and every one of us goes with disappointment. Að því að við lendum öll í vonbrigðum á Each ævinni and every one of us will be discontented. og einhvern tímann munum við vera óánægð. But the question is, how do we deal with this? En spurningin hvernig tökumst við á við þetta? So let's move forward. Svo við skulum halda áfram. This is Professor Alexander Dyer. Og þetta Professor Alexander Dyer. He was a friend Hann var vinur minn and a colleague, og samstarfsfélagi. a professor and a director in the University of Geneva. Professor og yfir skólanum í He Geneva. is 4 years older than me. Hann 4 árum eldri en ég. Bright guy. Mjög klár maður. He received the 2014 Youngest Investigator Award Og hann for fékk- Switzerland. Hann fekk velun 2014. Yes. Hann fekk velun þess að vera ungur No, rannsóknarmaður. 2012, sorry. Það var árið 2012. 2012 sem að hann fekk velunin ungu rannsóknarmaðurinn í Sviss. In 2015, 3 years later, I received that award. Og 3 árum setna þá fekk Jan þau. But this guy is genius. En þessi maður, hann algjör snillingur. His research Rannsóknir hans is on neurogenesis sem taugavísindamaður. and depression. Já, og hann rannsakar hvernig taugafrumur verður til og þunglindi. More than 30 years in depression. Og meir en 30 ár hefur hann verið að rannsaka þunglindi. And sadly, on June the 28th, 2020, Og því miður í 28. júní 2022 he committed suicide. þá tók hann sitt eigið líf. I didn't see it coming. Ég átti ekki von á þessu. I saw some symptoms there, but I didn't see it coming. Ég sá einhver einkenni en ég átti ekki von á þessu. Because he was one of the leading scientists on depression. Því hann var einn heimsins virtasti vísindamaður í þunglindi. If there's something on depression, this is the guy you ask. Ef það var eitthvað sem tengdist þunglindi þá var þetta maðurinn til að spurja. And yet, En samt, his knowledge, þekking his hans expertise og sérfræði þekking já, did not save him. hún bjargaði honum ekki. So what does the Bible say about hopelessness? Og hvað það sem Biblían segir okkur vonleysi? Well, the Bible acknowledges it. Biblían viðurkennir það The feeling of hopelessness are real, að tilfinningin vonleysi hún raunveruleg. that the Word of God also reminds us that God is always present. En orð Guðs minnir okkur líka á það að Guð ávallt til staðar. It assures us that even in our darkest moment, we are not alone. Og fullvissar okkur það að jafnvel á okkar dimmustu stundum og þá erum við ekki ein.
But I understand En ég skil that when you are caught in that, að þegar maður lendir í þeirri aðstöðu, the word of God is not bubbling in your heart. að þá kannski orð Guðs ekki kemur það ekki, það ekki það fyrsta sem kemur upp í huga. So when we suffer disappointment, Svo þegar við verðum fyrir vonbrigðum when we are in despair, og við erum komin í vonleysi, we are to run to the promises of God. þá þurfum við að hlaupa til loforða Guðs. It says here that while depression is real Og þó þunglindi raunverulegt and severe issue may require help, og það kann að vera að maður þurfi hjálp, there are Bible promises that can strengthen and motivate you. að þá eru til Biblíu loforð sem geta styrkt og hvatti áfram. You have fear not, for I am with you. Óttist ekki því að ég með þér. Come unto me all that are labor and heavy laden, I will give you rest. Komið til mín allir þeir sem byrðar hafið og hafið þungabyrðar, ég mun God gefa has ykkur hvíld. promises for us to digest. Guð með loforð fyrir okkur til að melta Oh, og treysta á. okay, here's some more. Hér eru fleiri loforð. Philippians chapters 4, verse 6 and 7. Í Filippibréfi 4. kafla, versi 6 og 7 Deuteronomy 31, verse 8. og í 4. Mósebók 31. kafla, 8. vers. Again, depression Aftur. is real. Þunglindi raunverulegt. You cannot say it's not real and it's simply just here and there. Við getum ekki sagt að það sé ekki raunverulegt og það sé bara hér og That is þar just our mood and eða so. bara í hvernig skapi við erum. Science shows that there is a strong genetic component Vísindin segja að erfðir hafa með þetta að segja which can be triggered by an environmental stimulus. sem getur verið virkjað sem sagt með einhverju umhverfi okkar. That can be a death of someone we love. Og það kann að vera aðstæður eða döðsföll í That can be fjölskyldunni, sickness of someone we love. sjúkdómur hjá einhverjum sem við That can be a væntum. breakup in relationships. Það getur verið samskipti, Something brot í traumatic. samskiptum. Það getur verið eitthvað sem hefur verulega áhrif á okkur That causes stress on the central nervous system, on the brain. sem veldur streitu á miðtaugakerfið. And since our brain cells are therefore sensitive to this oxidative damage, Og það sem að taugakerfið okkar þá viðkvæmt fyrir svona skaða af we begin to spiral down. þá byrjum við að fara spíralinn niður. And so when you're in that cycle, Svo að þegar þið farið í þennan hring, it's very hard to get out. þá erfitt að fara út. Mjög erfitt að fara út. You cannot tell somebody who is in that cycle Það ekki hægt að segja einhverjum sem að fara í gegnum þetta what to do. hvað á að gera. In order to pull them out Til þess að rífa þau út úr þessu, will take divine power, þarf guðdæmlegan kraft willpower. og viljastyrk. And there are times you may have to make sacrifices that you have to go with them to do these things. Og það kann að vera að til þess að styðja einhvern þá þurfir þú að fara Telling them to til að do fara is með. not suffice. Það er ekki nóg að segja einhverjum til hvað hann á að gera. You have to go with them through this motion. Þú þarft að fara með þeim í gegnum þessa tilfinningu. You have to be the driver. Þú þarft að vera bílstjórinn. But again, En aftur, that's what we can do. það er það sem við getum gert. But there's something that we cannot do. En það er eitt sem við getum ekki gert. And then these are the things that we have to lay before the foot of the cross. Og það er það sem við getum gert. Við getum lagt að við fætur krossins. We have to teach them to rely on God. Við þurfum að kenna þeim að treysta á It Guð. has been shown scientifically. Og það hefur verið rannsakað There's a og sýnt paper fram there, á I've not shown vísindalega. it here, but I will show it during the week. Ég mun sýna ykkur það setna í vikunni. That those that are involved in spiritual activities, Að þeir sem eru stunda andleg mál, church going, fara í kirkju in the things of God, og ganga með Guði being involved in the things of God, og vera með í hlutum starfi Guðs, have increased chance of recovery. hefa betri möguleika á því að ná bata. Not only in terms of mental illness, Ekki bara ef við tölum geðræna kvilla, but also debilitating sickness such as cancer. en líka bara eins og til dæmis með krabbamein. So God does something that we can never do. Svo Guð gerir eitthvað sem umfram það sem við getum gert. And that's why it's important for us to remember Og þess vegna mikilvægt fyrir okkur að muna and continue to introduce that component. að halda áfram að kynna þann
hluta of trust in God, að treysta á Guð, relationship with God, að eiga samband við Guð. because even now science is recognizing it. Af því að meira segja vísindin eru búin að koma auga á það. So we're going to dive into, is there life after death? Svo við ætlum að skoða hvort það sé líf eftir dauðan. Good question. Is there life after death? Þetta er góð spurning, er líf eftir dauðan? This is something that happens to those around us, Þetta er eitthvað sem að gerist fyrir þá sem er í kringum okkur including ourselves. We suffer loss. og við sjálf, við upplifum missi. And the question is, Og spurningin er, in those moments, why this happens. og þá er það sem við spyrum okkur á þessum tímum er, af hverju gerist And þetta? since it's happened, where do somebody whom we love go? Og hvis þetta hefur gerst, hvert fer sá sem við elskum? The Bible tells us Og Biblían segir okkur in 1 Corinthians 15:55, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? og í fyrsta Korintubréfi og dauði, hvar er þinn sproddi og gröf, hvar er þinn sigur? When you look at this verse, the Bible calls death as a sting, something that hurts, something that is very painful. Biblían kallar dauðan brodd eða sem sagt, já. That's what Eitthvað sem stingur. death does. That's what death does. Og það er akkurat það sem dauðin gerir. It leaves us feeling empty. Hann skilur eftir tómarum. It leaves us feeling the loss, Og hann skilur okkur eftir með sorg. deep sadness. Mikla sorg, já. Og missir. But the Bible also tells us in Ecclesiastes chapter 3, verse 11, En Biblían segir okkur einni í He has made everything beautiful in His time. Also, He has set eternity in our heart. Í predikarunum, 3. kafla á 11. versi, It is our desire allt hefur hann gjört hagfellt á sínum tíma, jafnvel eilíðuna hefur hann lagt í brjóst þeirra, aðeins fær maðurinn ekki skilið það verk sem Guð hefur gjört frá upphafi til enda. We all desire eternity to never die. Við þráum öll eilíðina að deyja aldrei. This is not just for ourselves, but for those whom we love. Það er ekki bara fyrir okkur sjálf, heldur einnig fyrir þá sem við elskum. And this is why we feel the pain. Og þess vegna upplifum við sársauka. Because we're never meant to experience loss and death. Því að okkur var aldrei ætlað að upplifa missir eða dauða. The Bible tells us in Psalms 90 verse 12, so teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Og í Sálmunum númer 90, 12. versi stendur, kenn oss að telja daga vora að vér megum öðlast viturt hjarta. Most of the time we don't really appreciate all that we have. Það er oftast þá kunnum við ekki alveg að fulla að meta það sem við höfum. We don't appreciate the blessings in our lives. Við kunnum ekki að meta þær blessanir sem við höfum í lífi okkar. How good we have it Hversu gott við raunverulega höfum það. until something happens. Þar til að eitthvað gerist. And that's why the Bible tells us, teach us to number our days. Og það er þess vegna sem að Biblían segir, kenn oss að telja daga vora. Being thankful and grateful at all times Að við getum verið bæði trúföst og þakklátt ávallt. protects us from depression. Það ver okkur gegn þunglindi. Thankfulness, gratefulness, Þakklætis kend, but it can also protect us from the grief and suffering when death comes our way. getur líka varið okkur fyrir sorginni og sársökunum þegar dauðinn bankar upp á. The question is, can we find hope that goes beyond the grave? En spurningin er, getum við fundið von sem nær handan grafarinnar? You know, I understand it, been through that, many funerals. Og ég skil það vel, ég farið í gegnum margar jarðarfarir. I was going to a place a few months ago, Ég var að fara á stað fyrir nokkrum mánuðum síðan and we were traveling, og við vorum að ferðast and then I was told of the news of somebody's death, og því að var sagt fregnir a relative. af andláti ættingja míns. And so I went to the funeral. Svo ég fór í jarðarförina. I just went there to pay my respect. Ég fór þar til að votta mína virðingu.
But I ended up preaching at this funeral. En ég endaði á því að vera að predika í þessari jarðarför. And as I was preaching, Og þegar ég var að predika, the family just wailed louder and louder. að þá grét fjölskyldan herra og herra. And when the body was time to commit the body to the ground, Og þegar að það átti að fara að láta líkið síga í jörðina, some family member refused to have the coffin shut and placed on the ground. það var einhver sem vildi ekki að það væri lokað kistunni. Because to them, to some of them, Því að fyrir suma þeirra, this is it. þá var þetta búið. This is the last time they're going to see their loved one. Þetta væri síðasta skipti sem þau myndu sjá ástin sinn. Until I had to tell them, En ég þurfti að segja það, this is not the last time. að þetta væri ekki síðasta skiptið. There is hope that goes beyond the grave. Að það væri von sem nær handan It is grafarinnar. hard to grasp, yes. Það erfitt að skilja, But the Word of God tells me, en orð Guðs segir mér, the Word of God tells us, og orð Guðs segir okkur, that those that died in Christ að þeir sem deyja í Kristi shall rise again. muni rísa aftur. And friends, this is a beautiful promise. Og þetta er fallegt lofvörð. The most beautiful promise when we reach that point when we know it could be any time now when we go. Og þetta er mjög mikilvægt lofvörð þegar við vitum það að okkar tími er að koma. So what really happens when we die? Svo hvað er það sem gerist raunverulega þegar við deyjum? It's interesting Það er áhugavert. because I have colleagues who are studying near-death experience. Að því að ég á samstarfsfélaga sem hafa verið að rannsaka hvað gerist þegar fólk kemur nálægt því að deyja. And one of them is from the University of Geneva. Og einn þeirra frá háskólanum í Geneva. And he has patients that has epilepsy. Og hann spyr sjúkling sem með flóaveiki. And so in these patients, what they did is in order to normalize the brain Og það sem þeir gerðu in this patient. in this particular patient, in the particular patient that they Já, had, bara í who þessum has ákveðna sjúklingi epilepsy, sem var með flóaveiki, þá var framkvæmt ákveðna aðgerð they did a deep brain stimulation. og þeir örfuðu heilan, gerðu svona djúp örfun fyrir heilan. And then when the brain part was stimulated, Og þegar að þessi partur af heilans var örfaður, the patient told the clinician, þá sagði sjúklingurinn þeim sem var að framkoma tilraunina eða meðferðina, I'm out of my body. ég er komin út fyrir líkama minn. I'm looking down at my body. Ég er að horfa niður á líkama minn. So he's saying that he's up there looking down at his body. Hann var að segja að hann væri þarna fyrir ofan að horfa á líkama sinn. And so scientists have termed this cell as a cell that is involved in near-death experience. Svo að vísindamenn hafa eyrnamenn þessa heilasellu að hún tengist eitthvað því þegar fólk lendir í þeirri lífsreynslu að vera næstu í dáin. When the body is when one's spirit is dissociated from the body, Þegar að andinn tekin í burtu frá líkamanum and they are conscious, og þau samt með meðvitund, I thought, this is interesting. ég saman þetta áhugavert. Scientists are trying to explain this near-death and out-of-body experience. Og vísindamenn að reyna að útskýra þessa upplifun þegar fólk næri því dáið og fer út úr líkama sínum. But what really happens En það sem gerist at raunverulega death? við dauða, Well, the Bible has solid answer. Biblían hún getur svarað því. Most people would say the person has a soul that goes to heaven or to hell. Flestir myndu segja að líkamenn, þú hafir sál sem fer annarkvort til himna eða til helvítis. They're saying that if you've been good, then you go to heaven. Ef þú hefur hagað þér vel, þá ferðu til himna. And if you're bad, you go directly to hell. Og ef þú ert slæmur, þá ferðu beint til himna. And if things are not so sure, you've done a lot of good but also bad, Og ef að þú hefur gert sumt gott en sumt slæmt, well, then you float around. að þá svona, ertu mitt á milli. And I call it this purgatory. Og meira að tala þá This is the purgatory, place einhvern staður, until your name is called þar til að nafn þitt kallað and more prayers had been given for you, og það búið að biðja nóg mikið fyrir þér more petitions for you from people. og aðrir búin að leggja eitthvað til málana fyrir þig. And then finally, Að lokum, when you've had all that Gregorian masses, og þegar
The Gregorian Mass. Allur Gregorian Mass. gregorísku massin. It's a Messunar, Catholic Mass já. of Fyrirgefðu, one of the ákveðnar highest messur, order. kaþólskar messur. And all the other things. Og allt hitt sem búið er að gera. 9 days of non-stop prayer for your soul. Það er búið að biðja í 9 daga fyrir sáliðinni Finally, án stopps. you can go to heaven. Þá máttu að lokum fara til himna. And that's why in some places after that there is this 9-day prayer vigil, non-stop. Og það er þess vegna á sumum stöðum að þá er bara 9 daga bænar átak þar strax eftir dauða. So the question is, are the dead asleep waiting for the resurrection when Jesus comes, or are they in heaven already? En spurningin er hún dauðu sofandi að bíða eftir upprissu Krists þegar Jesús kemur, eða eru þeir nú þegar á himnum? And if they are in heaven, do they have eyes? Do they have ears? Og ef þeir eru á himnum hafa þau augu og eyru, Can they see? geta þau séð okkur? And if they can see, Ef þau geta séð, can they see us down já, here? geta þau séð okkur hérna niðri. Interesting questions, right? Og þetta er áhugaverðar spurningar, er það ekki? Well, I like this one. Oh. This is a story of somebody walking on the cemetery Og hér saga af einhverjum sem gekk í kirkjugarði and read this og hann las þennan. as written on the tombstone. Og það stóð á legsteininum: Stop, my friend. As you go by, as you are now, so once I was I. As I am now, you soon shall be so. Prepare yourself to follow me. Og þar stendur í lauslegri þýðingu: stöðaðu nú, vinur minn, þegar þú gengur hér hjá. Eins og þú ert nú, var ég áður, og eins og ég er nú, skalt þú bráðum verða, svo undirbúðu sjálfan þig til að fylgja mér. And notice what it says next. Og svo hvað stendur næst? A young boy, not content. En svo var einhver sem var ekki alveg ánægður með þetta, And he ungur maður, scrolled underneath. og hann skrifaði undir. Notice what it says. Og To það follow stendur: you, I am not content að fylgja þér vil ég ekki gera, until I know just where you went. þangað til að ég veit hvert þú ert að fara. I thought that's some things that goes on people's mind. Og það sem gerist í huga fólks: To follow you, I am not content ég vil ekki fylgja þér, until I know just where you went. þar til ég fæði vita hvert þú Wise fórst. words from one so young. Þetta eru vitur orð frá einhverjum sem er ungur. So where do the dead go at death Svo hvert is fara the question. hinni látnu? Many say our physical body is all that there is. Margir segja að okkar líkamlegi líkami eða efnislegi líkami sé að eina sem er til. And when you die, you go to the grave and that's it. Og þegar maður deyr þá fer maður í gröfina og þar við líkur. Many say, well, it's a long night without morning. Og margir segja að þetta er löng nótt án morguns. It's not finished. Að þetta sé ekki yfir lokið, það sé ekki búið. Sometimes you may go into, if you would ask the Buddhist or the Hindu or the Sikh, Ef þú spyrir búddista eða hindúista eða síka, they will tell you, you fulfill your karma. að þá er þér sagt að þú munt fá það sem þú hefur skilað út í heiminn, það And er you karma. come back into a reincarnated or transmigrated form. Og að þú komir aftur tilbaka í formi jafnvel einhvers dýrs eða einhvers annars. Come back as a cow, Kannski as a sem cat, kú eða köttur, a cockroach, or a fly. kakkalekki eða fluga, Or you enter into 18 steps of hell. eða þú ferð í 18 skref helvítis, So that you can learn the lessons that you failed to learn in this life. svo að þú getur lært þær leksjur sem að þú náður ekki að læra í lifanda lífi. It's interesting the amount of hypotheses and arguments people would make Og það er bara áhugavert hversu margar mismunandi skoðanir og tillögur eru hvað to gerist, explain what happens after death. til að útskýra hvað það er sem gerist við dauðan. So the question is that the end? Og spurningin er dauðinn endurinn? You know, whatever our religious or personal belief is, Og alveg saman hver okkar persónulega skoðun eða trúarlega skoðun er, this is the question we grapple with. þá er þetta spurning sem við eigum öll við. Is the soul immortal or is there a resurrection? Er sálin ódauðleg eða er upprisa? The first thing we need to ask is this. Is the soul truly immortal? Fyrsta sem við þurfum að spyrja er sálin sannarlega ódauðleg?
then do you go to heaven or hell immediately after that? Og fer maður þá strax til himnaríkis eða helvitis? Then if the soul is immortal, Ef að sólin, fyrir ekki, ef að sálin then the dead ódauðleg, could actually talk to the living. að þá gætu henni döiði rætt við henni lifandi. The whole issue of death has to do with the question of immortality. Svo að allt málefnið, allt þetta döiðan snýst það hvort að það sé til þessi ódauðleiki. It's interesting Og það mjög áhugavert. because that is the very first lie in the Bible. Því að það tengist beint fyrstu líginni sem kom You fram remember í you go to Biblíunni. Genesis chapter 3, Munið við förum í fyrstu Mósebók 3. kapla. and the serpent was on the tree. Þar var höggormurinn í trénu And Eve wandered on this tree, og Eva, hún var að ganga nærri trénu, the tree of the knowledge of good and evil. tréð þekkingar góðs og ills, And the serpent spoke to Eve. og höggormurinn talaði við Evu. Is it true, he asked, Það satt, spurði hann, that you cannot eat of the fruit of this tree? að þú meir ekki borða ávexti þessa trés? Just ask the question. Hann spurði bara spurningu. And Eve responded, Og Eva svaraði, God had said, Guð sagði, we are not to touch it and eat it. við eigum ekki að snerta það nýja borða því. When you go to the previous chapter, there's nothing there about touch. Og ef við förum í fyrir kaplana, þá var ekki talað það að þau mætti ekki snerta God tréð. said, eat, do not eat. Guð not hefði touch. eingöngu sagt, þið megið ekki borða af ávextum þess. So the enemy just saw in that conversation his entry. Og þarna sá óvinnurinn skotfæri. And I can just imagine that serpent circling around the tree, the fruit. Og allt í einu byrjar höggormurinn kannski bara, við getum ímyndað okkur, hann byrjar að fara svona í Touching the hringinn í fruit. kringum ávextin og hann snertir ávextin. And simply saying, you shall not surely die. Og svo segir hann, sannarlega skalt þú ekki deyja. And the serpents, and Eve saw the serpent Og Eva sá going höggormurinn around the fruit, touching it. að snerta ávextin. And the serpent is not dead. Og ekki Nor dó dying. höggormurinn, eða ekki var hann döðvona. Now, what happened next? Og hvað gerist næst? She partook Hún of the fruit. neytti ávextarins. She was deceived Hún var blekkt. because she trusted what she saw, Því hún treysti því sem hún sá, not the word of God. en ekki orði Guðs. And so when we're going to be seeing weird things around us, Svo þegar við sjáum skrýtna hluti kringum okkur, and that will somehow convince, will somehow tempt us to believe that the immortality of the soul, og það kann að freista okkur til þess að trúa á ódauðleika sálarinnar, this is the deception of the enemy. þá þetta blekking óvinnarins. You shall not surely die. Þú skalt sannarlega ekki deyja, So sagði hann. what does the Bible have to teach about the idea of immortal of the soul? Svo hvað það sem Biblían kennir ódauðleika sálarinnar? Do the devil have anything to do with that? Hefur djöfullinn eitthvað með þetta að gera? Well, we already saw from the book of Genesis. Við sáum það úr fyrstu Mósebók, But now, let's look into Genesis chapter 2 and 7. en nú skulum við fara í fyrstu Notice Mósebók, what the word of God says. annan kapla. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life. And the man became a living soul. Og þetta annar kapli fyrstu Mósebókar, 7. vers. Og þar stendur, og þá myndaði drottinn Guð manninn af leiri jarðar og blés lífsanda í nasir hans og þannig var maðurinn lifandi sál. It does not say receive a soul. Það segir ekki að hann hafi fengið sál. It does not say had a soul. Það segir ekki að hann hafi haft sál. It doesn't say God gave man a soul. Það segir ekki að Guð hafi gefið manni sál. The Bible says man became a living soul. Heldur segir að þannig varð maðurinn lifandi God sál. formed man out of the dust of the ground. Guð myndaði manninn Breathed into af leiri jarðarinnar into him the breath of life. og blés lífsanda í nasir hans And the man became a living soul. og þannig varð maðurinn lifandi sál. The Bible does not say he put immortal soul in Adam. Biblían segir ekki að hann hafi sett ótguðlega sál It doesn't inn í say Adam. that. Hún segir það ekki. Instead, it reveals the formula for the human being. En í staðinn þá segir hún okkur frá formúluna hvernig mannfólkið búið til. And the formula is his breath, Og formúlan lífsandi the hans nostril of man. sem var blásið í nasir hans And the man became a living soul. og þannig var maðurinn að lifandi sál.
So, when you look at it, thus Og þegar við lítum á það, þannig að leirjarðar plus spirit pluss lífsandi equals living jafnt soul. og lifandi sál. Here's another one. Hér annað. Elements of the earth. Another way of describing it. Element of the earth Leirjarðar, plus breath of God lífsandi, andi Guðs, equals living soul. það Living being. lifandi sál. A living person. Já. Á ensku þá talað ryk, en á íslensku bara talað A living leirjarðar. soul simply means a living person. Þannig að lifandi sál merkir bara að þetta sé lifandi einstaklingur. So lifandi what mannvera. is this soul? Svo hvað þessi sál? Is it immortal or can it ever die? Hún ódauðleg eða getur hún einhvern tímann dáið? Notice what the Bible says. Og ef við förum í In sjáum hvað Ezekiel Biblían 18:4 says, segir, the í soul Ezekiel who sins shall die. segir að sál sem syndgar skal deyja. The Bible Í Ezekiel 18:4. explains itself. Biblían útskýrir sig nefnilega sjálf. Look what it says. Further, Genesis chapter 2 verse 17. For in the day that you eat of it, you shall surely die. Og í fyrstu Mósebók annar kafla 17. versi það segir fyrir það í deginum sem þú etur af því skaltu sannarlega deyja. And there goes the first lie of Satan. The serpent said to the woman, you will not surely die. Og Satan var lygi hans þarna höggorminn sagði við konuna þú skalt sannarlega ekki deyja. The enemy just added one word, not surely die. Hann bætti bara við einu orði, hann sagði ekki sannarlega deyja. So man die, Svo maðurinn deyr, but only God is immortal. aðeins Guð ódauðlegur. That means imperishable. Það þýðir að geta ekki dáið. The Bible never uses the term immortal soul or immortality of the soul. Biblían notar aldrei þessi hugtök ódauðlega sál eða ódauðleika sálarinnar. The Bible tells us in 1 Timothy 1:17, now to the King eternal, immortal, invisible, to God who alone is wise, be honor and glory forever and ever. Og í 1. Tímóteusarbréfi 1. kafla og 17. versi stendur Konungur eilíðar ódauðlegum, ósýnilegum, einum Guði sé heiður og dýrð aldir alda. Amen. You see, the gift of immortality comes and is given only by Christ. Gjöf ódauðleikans kemur og eingöngu gefin af Kristi. And it comes at the second coming of Christ. Og hún gefin So the við question endurkomu is, Krists. where did we get this idea of the immortality of the soul? Svo spurningin hvar fengum við þessa hugmynd ódauðleika sálarinnar? Well, pagan Greek philosophy taught the soul is immortal. Og við sjáum það að grísk heimspeki, hún kendi það að sálin væri ódauðleg. They thought that the soul could live separately from the body. Þeir trúðu því að sálin geti lifað óháð líkamannum. They thought that the soul was distinct entity which had life on its own. Og þeir töldu að sálin ætti sér líf, sjálfstætt líf. The Bible teaches that the human being are integrated unit, physical, mental and spiritual. En Biblían kennir okkur það að mannfólkið samhangandi, bæði hugur og hið líkamlega. And these components are inseparable. Og að það sé ekki hægt að taka þetta sundur. The Bible teaches death is like a sleep. Biblían kennir það að dauðinn sé eins og svefn. And it also, the believer who dies is as secure as if he were sleeping in the arms of Jesus. Hún kennir líka það að sá sem trúir, sem deyr, sé jafn öruggur og hann væri sofandi í örmum Jesú. Resting from the heartache. Að hvíla sig af erfiðu verki. Resting from disappointment. Og hvíla sig frá vonbrigðum. Until the glorious resurrection morning. Allt fram til hins dýrlega dags endurkomunar og upprisa. Think of cancer, for example. Krabbamein til dæmis. We all know somebody who probably passed away from cancer. Við þekkjum eflaust flest okkar einhvern sem hefur látist vegna krabbameins. And it can be a debilitating, painful disease. Og þetta getur verið mjög sársaukafullur sjúkdómur. I visited somebody who was suffering from pancreatic cancer. Og ég heimsótti einhvern sem var með And bris, pancreatic krabbamein í cancer is brisi. a painful
And it's a fast debilitating cancer. Og þetta mjög sársaukafull krabbamein og það þróast mjög hratt. It can last from few months, maximum couple of years. Þetta getur verið frá því að þróast bara á nokkrum mánuðum eða yfir í kannski 1 til 2 ár. Normally. Á svona flestum tilfellum. So I saw this man. Svo ég sá þennan mann. He was actually Sergeant Willie Hurdies. Hann var liðþjálfi í hernum. He was one of those military agent that was baptized as a result of AWR in Mindoro ministry. In Mindoro. Já, í Mindoro. Hann var skírður eftir starf AWR í Mindoro. November. Ég sá hann í november. And he was just telling me he had a stomach pain. Í november þá sagði mér hann var illt í maganum. And then he went to the hospital in December. Og í desember þá fór hann á spítalann. He was diagnosed. Hann var greindur þá. Then I visited him February. Og svo heimsótti hann í febrúar. He was skin and bone. Hann var bara skinn og bein. You would not recognize him. Það var eiginlega ekki hægt að þekka. And he was in pain. Og hann var í sársauka. And friends, og vinir, I thought to myself, it's better for this brother to go. Ég hugsaði með mér að það væri betra fyrir hann að fá að fara. Than to stay alive at this condition. Heldur en að vera á lífi í þessu ástandi. And suffer. Og þjást. For more months. Not even a day or a week is unbearable just to see him. Og þjást svona marga mánuði að það var bara erfitt að horfa upp á hann í dag eða vikur. And it's in moment like that when death becomes a blessing. Og það á slíkum stundum sem að dauðinn verður blessun í sjálfum sér. Because to see them suffer, to continue suffering in that state is painful. Því að horfa upp á þessa þjáningu það líka sársaukafullt. And it becomes a blessing. Svo að það verður blessun. So God allows us to die. Svo Guð leyfir okkur að deyja. To give us rest. Til að gefa okkur hvíld. So we can rest from our pains. Að við getum hvíld from our heartaches, disappointments, vonbrigðum og slíku. From suffering. Frá þjáningu. Until that glorious day. Þar til that resurrection morning. Þegar uppreisnar morgunin kemur. Now, spiritualism and New Age philosophies all to teach that the soul is immortal. Og spiritismi og nýaldar hugmyndafræði kennir einnig að sálin sé ódauðleg. You can go to different places. Það hægt að fara á mismunandi staði. Psychics. Til miðla. There's a sign that says, do you want to speak to your departed loved ones? Það kannski skilti sem segir, vilt þú tala við þá ástvini þína sem eru fallin frá? And it's interesting. Og það áhugavert. You think nobody goes to those places. Þið haldið kannski að enginn farin þangað. You would be shocked. Þú verður bara mjög hissa. To see that some of those places are busier than churches. Á sumum svona stöðum þá meira að gera heldur en í kirkjum. But you see, God has never intended us. Guð vildi aldrei að live lifa forever til eilífu in a sinful state. Í syndugu ástkomulagi. When God created Adam, he placed his breath within him, not immortal soul. Þegar Guð skapaði Adam þá setti hann anda sinn í hann en hann gjöf ekki til ódauðlega sál. Remember, he breathed into his nostril and became a living soul. Hann blés í nasir hans og hann varð lifandi sál. It doesn't say that he receives a soul. Það segir ekki þarna að hann hafi tekið á móti sál. Became a living soul. Heldur varð lifandi sál. Question is, what happens when a person dies? Og spurningin þá hvað gerist þegar personan deyr. Death is creation in reverse. Dauði sköpun bara aftur á bak. So, notice what Ecclesiastes 12:7 says. Og sjáu þið hvað predikarinn segir, 12. kapla. Then the dust will return to the earth as it was, and the spirit will return to the God who gave it. The body goes to the dust, but the breath of life goes back to him. Og það sem stendur þar að rykið eða leirinn hans snýr aftur til jarðar og andinn fer aftur til Guðs sem gaf hann. The person dies, the body goes to the ground, to the dust. Personan deyr og líkaminn fer í moldina. And the spirit or the breath of life, the power of God, goes back to him, the power of life. Og andinn eða andadráttur lífsins
kraftur lífsins fer aftur til Guðs. The Bible teaches that the breath and spirit are the same thing. Og Biblían kennir okkur það að andinn og andi sé það sama. Notice Að anda, what the Bible Drottinn says. og andinn. All the while my breath is in me and the Spirit of God is in my nostrils. Og í Job stendur það sé bæði að minn andi er í mér og andi Guðs er í nösum mínum. It's, what is a nostril? Hvað eru nasinnar? Is it something that you think and reason with? Er það eitthvað sem að við hugsum með eða rökræðum með? No, Nei, it's where the breath comes from. það er það sem að andadrátturinn kemur. Hann kemur þaðan. So look at it this way. Svo horfum á þetta This is a svona. light bulb. Þetta er ljósapera. To get this light bulb to light up, Til þess að kveikja þessari ljósaperu, you need power. þá þarftu afl. The bulb represents the body. Og ljósaperan, hún táknar líkamann. And in order to illuminate this bulb, Og til þess að kveikja á You þessari need peru, power. þá þarftu kraft. so there goes electricity, there goes the power. Þarna kemur krafturinn, þarna kemur rafmagnið. So the power represents the spirit, the breath of God. Þannig að krafturinn eða rafmagnið, það táknar anda Guðs. It comes through the cord Fer í gegnum strenginn and it produces the illumination. og býr til ljósið. When you unplug it, Og þegar þú tekur á samband aftur, it's off again. þá er aftur slögt. The energy is back into its power source. Orkan er farin aftur til orkugjafans. So since the power to create life is with God, His Spirit which gave life returns to Him. Svo að víst að krafturinn sem er til sköpunar er með Guði, að þá fyrir andi hans tilbaka aftur til hans þegar við döðum. So what about consciousness? En hvað með það er maður með meðvindund, ef við mættum svo What segja, does the í Bible dauða? say? Og hvað sendur Psalms í Biblíunni? 146:4 said, His breath goes forth, He returned it to his earth, and in that very day His thoughts perish. Og í 147. Davíðsálmi stendur í 4. versi: Andi þeirra líður burt og þeir verða aftur að jörðu, á þeim degi verða áform þeirra að engu. The Bible also tells us that the dead know nothing. Og Biblían segir okkur líka að henni dauðu viti ekki neitt. Nothing means no Ekkert. consciousness. Að viti ekki neitt þýðir að það er engin meðvitund. No knowledge of anything. Engin þekking, No memory. ekkert minni, No emotions. engar tilfinningar. No feeling. Ekkert skap eða The upplifun. Bible teaches that is like a sleep Biblían kennir okkur að dauðinn er eins og svefn that lasts until the second coming. sem að varir þar til að Kristur kemur aftur. The Bible writers declare death as a sleep more than 50 times. Og það kemur oftar en 50 sinnum fyrir í Biblíunni að dauðan sé lýst eins og svefn. Let's give you an example. Bara til að gefa ykkur dæmi. John 11. Í Jóhannes 11. kapla Jesus says, our friend Lazarus sleeps. þá segir Jesús að vinur okkar hann But- Lazarus hann sefur. I go to wake him up. En ég fer til að vekja hann Disciple says, let him sleep if he's sick. og lærisveinarnir segja, leifum honum bara að sofa ef hann er lasinn. So he will get well. Þá mun hann batna. They didn't get it. En þeir skildu hann ekki. Now Jesus had to tell them, Og Jesús þurfti að segja þeim, berum orðum, Lazarus is dead. Lazarus er dáinn. Our friend is dead. Vinur okkar er látin. But in the beginning, he referred to Lazarus as being asleep. En áður hafði hann sagt að Lazarus vinur vor er sofnaður. The Bible tells us, En Biblían segir okkur finally, að lokum Jesus got to Bethany, að Jesús kom til Bethany, the home of Lazarus, Martha, and Mary. þar sem Lazarus, Martha og Mari áttu heima. You have to understand, when Lazarus was sick, Og þið verðið átt okkur að því þegar Lazarus var veikur, Jesus was only some kilometers away. þá var Jesús bara nokkrum kílómetrum í burtu. I could imagine Ég get ímyndað mér that Lazarus first got sick. And It Lazarus- wasn't a cause for concern. Fyrst var Lazarus veikur en það var ekkert til að Then his ágjöra. condition began to go down. Svo byrjaði ástand hans að versna. And the two sisters Og þessar tvær systur saw that. sáu það. He could die.
hann gæti dáið. So they sent a message to Jesus, who's only a few kilometers away, they heard. Svo þau frétta að Jesús var rétt hjá og þau sendu honum skilaboð. The message is, your friend Lazarus is sick. Og boðin og skilaboðin sögðu, vinur þinn Lazarus, hann lasinn. Now this is Jesus, Og þetta a Jesús. friend of Lazarus. Hann vinur Lazarus. Jesus was always at their home. Jesús var þarna oft að heimili þeirra. That message should elicit a response from Jesus. Þessi skilaboð, þau hefðu átt að kalla á svör frá Jesús. And the response would be Jesus to go lollygagging right away to Lazarus' home. Og Jesús ætti þá að fara beint strax fyrir Jesús og But the lækna. Bible tells us Að Biblían segir ykkur, that Jesus stayed. en að Jesús hafi bara Instead verið of kjur. going to Lazarus, he stayed. Í staðinn fyrir að fara til Lazarus, þá var hann kjur. And after a couple of days, Og eftir nokkra the daga, Bible tells us, finally he Biblían tells the hvað? disciple, let's go. þá segir hann við læri svona, við skulum fara. Now they went to Bethany, Og þeir fóru til Betaníu, and I could imagine, og ég get ímyndað mér, because they got there, Og þeir the komu first þangað. thing that Martha said, fyrsta sem Marta segir, Lord, if thou had been here, our brother would not have died. you mentioned she could have said. That's what she said. Ja, You að just fyrst- find in já, the já, Bible, fyrirgefðu. John chapter Að 11. að The fyrsta first sem thing hann Martha segir said is, if you have been here, our brother would not have died. Hefði þú verið hér, þá væri bróðir minn ekki dáinn. No, here's water. You must be thirsty. En hér vatn, þú lítur að vera þyrstur. Went straight into that. If you were here, sagði það our ekki. brother would not have died. Hún sagði bara, herra, ef þú hefði verið hér, That væri is bróðir a minn ekki statement dáinn. of faith and a statement of doubt. Og það bæði yfirlýsing trúar og efa. The statement of faith is, Lord, if you're here, he would not die. Yfirlýsing trúar, því hún sagði, ef að þú hefði verið hér, það Statement hefði of ekki dáið. doubt, En efasemd, where were you hvar varstu? when we needed you most? Þegar við þörfnuðumst þín mest. You get it? You following me? Skiljið hvað ég á við? Fylgið Statement mér? of faith and statement of doubt. Bæði yfirlýsing trúar og And efa. Jesus says, Og Jesús segir, your brother will rise again. bróðir þinn mun upprísa. The response? Og I svarið know er, that he will rise again in the day of resurrection. Marta segir, ég veit að hann rís upp í upprísunni á efsta degi. Now, look at this dialogue. Read it when you get home. Og skoðum þessar samræður, lesa þær þegar þið komið aftur heim. She said that, Hún sagði þetta, but she didn't really believe it. en hún trúði ekki alveg að fullu. You know why? Akkurru? Because Jesus says later on, Þegar Jesús segir upp aftur, where did you lay him? hvar lögðu þið hann? Oh, the tomb. Í gröfinu. Okay, let's go. Við skulum fara. Jesus said, Jesús sagði, do you believe, Martha, trúir þú that your brother will rise again? að bróðir þinn muni rísa He aftur? says, yes, in the day of resurrection. Já, á efsta degi, upprísunar. And Jesus says, remove the stone. Og Jesús segir, fjarlæði steinin. Martha said, well, wait a minute. The body stinks. Leave him alone. Og Marta sagði, býtu nú með þetta, það er bara komin lykt af líkinu. And that's why the Bible says in John 11:35, Jesus wept. Og við sjáum í Biblíunni að það stendur að Jesús grét. He was not weeping because of Lazarus was dead. Hann var ekki að gráta vegna þess að The Lazarus var Bible dáinn. says he was going to go and wake him up. Biblían segir að hann var að fara að vekja hann. Why is he weeping? Hvers vegna er hann að gráta? Here is Martha. Martha Here- is the church. Hér er Marta og Marta er Here is kirkjan. Mary Hérna er from Marja, the church. líka frá kirkjunni. And both said, Og báðar if you segja, had been here, our brother would not have died. ef þú hefði verið hér, þá hefði bróður okkar ekki dáið. Both claim that he will rise again. Og báðar trúa því að hann muni rísa aftur. And Jesus finally says, Og Jesús segir að lokum, remove the stone. fjarlæði steinin. And they say no. Og þau segja nei. Jesus wept. You know why? Og Jesús grét og vitið af hverju? They did not see it. Nobody saw it. Af því þau sá hann ekki. Here is Jesus. Hér er Jesús He asked Martha, og hann spyr I am Martu the resurrection. og hann segir, I am life. ég er upprisan á He lífi, that believes in me sá sem trúur á will mig never die. mun lifa, Do you believe that, þótt Martha? hann degi. Og trúir þú því, Martha said, yes. Marta? You Hún got to segir, the já, tomb? herra, ég trúi. Leave him alone. En svo þegar þeir koma á gröfinni, þá segir hann, látt hann í friði. Here is the life giver. Hér er lífgjafinn There sjálfur. is the dead body. Þarna er líkið. And Jesus wants to raise him from the dead. Og Jesús vil reisa hann upp frá dauðum And the church stops it. og kirkjan er að stoppa hann. Martha, Marta,
That's why Jesus wept. Og það þess vegna sem hann He grét. wept for the unbelief of those around him. Hann grét vegna vantrú þeirra sem voru í kringum hann. And we are told in the spirit of prophecy Og okkur sagt í that he wept for andarspátumsgjafinnar the unbelievers from the beginning of time until the end of time. að hann hefði grátið fyrir þá sem á skorti trú frá upphafið aðla allt fram til komu hans aftur. Jesus wept for our unbelief. Hann grét fyrir okkar vantrú. And that's why Jesus says, your brother will rise again. Hann segir við að bróðirinn mun rísa aftur. The Bible tells us, when he called Lazarus, Og Biblían segir okkur að þegar hann kallaði á Lazarus resting from the grave, sem hvíldi í he didn't gröfinni, have anything to say. Oh, why did you bring me here? I was already in heaven, sipping my own cup of tea. að þá segir Lazarus ekkert á þá leið að hann segir, akkur þetta kallaði mig aftur hingað, ég var komin til himnaríkja og var að drekka te þar. If he was already in heaven, why'd you bring me here? Ef hann var komin til himna, hvers If he vegna was var already in hell, say, no, thank you for bringing me back. It's hot down there. hann hefði ekkert viljað vera að koma aftur ef hann hefði verið á himnum, og ef hann hefði verið í helvíti þá hefði hann verið rosalega glaður að When vera komin upp og Lazarus þakka was fyrir sig. brought back, En Lazarus var komin tilbaka. he had nothing to say where he had been. Þá hafði hann ekkert það að segja hvar hann hefði verið. If he's been somewhere, he's got a lot to tell. Ef hann hefði verið einhver staðar, þá hefði hann haft frá mörg að segja frá. Surely you have a lot to tell when you go back home. I was in Iceland. I saw all these things. Og þið muni hafa mikið til að segja frá, sem hefði komið hann langt frá, að þið var hérna á Íslandi og það I gerðist sat at the alls hot konar. spring, Samuel. Ég sá þessa heitu hveri. You would tell that to those around you. Maður mun segja frá But því. Lazarus had nothing to report where he had En been Lazarus hafði ekkert frá að segja, because he Vegna was þess. in the grave því að hann var í gröfinni. and his thought perished. Og hugsanir hans voru ekki þar. When Jesus was raising Lazarus from the dead, Og þegar Jesús reisti Lazarus frá Jesus döðum, didn't look up to heaven and say, Lazarus, come down. þá leit Jesús ekkert upp í himinn No, og he sagði, looked Lazarus, into komdu the ground niður. somewhere and say from hell, come up from here. Og hann sagði ekki, komdu hérðan. He called Lazarus where he was, Hann kallaði Lazarus þaðan sem hann var. in front of the tomb. Hann stóð fyrir framan gröfina And Lazarus came forth alive. og Lazarus kom fram lifandi. Friends, the Bible tells us in Job 14:21, his sons came to honor and he does not know it. They are brought low and he does not perceive it. Í Job stendur eitthvað þá leið að synir hans koma til að veita honum heiður og hann veit ekki af því. Þeir beygðu sér lágt en hann skynjaði það ekki. That is a state of perfect rest or Dauði- sleep until the resurrection when Christ wakes you up and says, now all the sorrow is over. Dauðinn ástand fullkomnar hvíldar eða svefn þanga til að upprisunnar, þar til upprisunnar sem Kristur vekur okkur upp og segir, nú öll sorg frá liðin. Notice what the Bible says as we begin to wind down. Og við sjáum hvað stendur í Biblíunni. The dead do not praise the Lord, nor anyone who go down into silence. Og í 115. kapla 17. versi stendur, eigi lofa andaðir menn drottin, né heldur neitt sá sem hníinn í dauða þögn. If the dead are in heaven, then they would be singing and worshiping up there, Ef henni dauðu var í himnum, þá myndu þeir syngja og tilbiðja, praising the Lord. lofa Guð. But the Bible teaches En Biblían kennir that they know nothing, að þeir viti ekki that they are resting. að þeir hvílist. There's 1,600 mentions of the soul, never uses the term immortal soul. Og sálin nefnd á nafn 1600 sinnum í Biblíunni að það aldrei notað þetta hugtak ódauðleg sál. The Bible says, for you died and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you will also appear with him in glory. Og í Kólusarbréfi stendur, When one dies in the Lord, þegar einhver deyr í drottni, that means believing in God, það þýðir það að maður trúir í Guði surrendering their life to God. og gefur líf sitt Guði. Their life is hidden with Christ in God. Þá líf þeirra falið í Guði Their grave is marked. og gröf þeirra merkt Their sleep is sound og svefn þeirra festur until they hear that first þar til þið heyra thundering voice, rödd hans þrumurödd, that trumpet sound.
trompeti sem when hljóðar. Jesus himself Þegar Jesús sjálfur will call the dead from the grave. kallar hina dauðu úr gröfunum. Friends, Vinir, soon and very soon, vonbráðar Jesus is coming. kemur Kristur. Those graves will not be able to hold those that are asleep in Christ. Grafinar munu ekki geta haldið þeim sem hafa sofnaðir í Kristi. They will burst open Þær munu opnast and then rise up, og hinni dánu í Kristi munu rísa upp. as the book of 2 Thessalonians tells us, Eins og stendur í aðru that þessum those that are dead in Christ að þeir sem eru dánir í Kristni shall rise on that trumpet sound, munu rísa við hljóð trompetana and they will meet their Lord og þau munu mæta drottni in the air sínum í himni upp í together himninum with the living saints. og með þeim sem eru lifandi. When Jesus comes, Þegar Jesús kemur, the dead, the children þá munu who died börnin will sem hafa be dáið placed into the arms of their own beloved family, verða sett í hendur þeirra, fjölskyldu þeirra and there will be great rejoicing. og það verður mikil I don't know about you, fundir, but I gleðifundir. look forward to that wonderful, glorious morning. Ég veit ekki með þig en ég hlakka mikið til The þessara first thing morguns that I'll probably do og það is fyrsta sem look ég mun unto my líklegast gera Savior. Look into my Savior. að ég mun leita á frelsara minn And the second that I'll do og það For sem ég mun sure. gera næst is look for my own grandmother. að leiða að ömmu minni. We all have somebody whom we've lost. Við höfum öll mist einhvern And for sure, I know og ég veit fyrir víst when you get there, að þegar þú kemur the þangað first thing you'll do að það fyrsta sem þú mátt is gera look for your beloved er að leita að þínum ástkærum fell asleep in Christ. ástvini sem að Oh, what a grand reunion that will be. hefur hvatt og treystist í I will Guði. never forget my grandmother's last word to me. Því líkir endurfundir sem það verða og ég mun aldrei gleyma My grandmother's last words were this: síðustu orðum ömmu minnar sem voru þessi. never forget God. Aldrei gleyma Guði. You can forget me, Þú mátt gleyma mér you can forget your family, og þú getur gleymt fjölskyldu þinni. but there's one thing you can never forget. En það er eitt sem þú mátt aldrei gleyma. Never forget God. Aldrei gleyma Guði. I look forward to seeing her in heaven Ég hlakka til þess að sjá hana á himnum and be able to say to her, og geta sagt til hana thank you for those counsels. takk kærlega fyrir þessi ráð. Because those counsels were louder in the grave than when you were still alive. Því að þessi ráðgjöf hún var háarari í gröfinni heldur en þegar þú varst lifandi. Friends, Vinir, the loved ones that are asleep in Christ ástvinur okkar sem sofa í Kristi, are in their grave, þeir eru í gröfinni resting until Jesus comes. og þeir hvílast þar til að Jesús kemur aftur. Posting on social media, happy birthday mama, will not reach them. Skilabóð á samskiptamiðlum munu ekki ná til þeirra. Sometimes you see posts on social media Stundum sjáum við for departed loved ones. einhverja And I pósta understand. einhver sem skrifar kveðju I til understand the comfort it might Austin- bring to us. ástvina sína á netinu í samfélagsmiðlum og But friends, ég skil en vinir. there are things that goes on in our mind Það eru ákveðin hlutir sem gerast í huga okkar when we say those things. þegar við segjum svona hluti. What if Hvað ef? you say happy birthday mama in heaven Til hamingju með amalið mamma í himnum and suddenly there's a voice og svo er allt í rödd. that says, hello my child, Sæl barni mitt. and it sounded like your mother. Og það hljómar eins og mamma. What if Hvað ef? the enemy impersonates your mother Óvinnurinn and appears right before you? þykist vera móðir þín og kemur beint What fram will fyrir you þér. believe? Hverju myndu trúa? The word of God Orði Guðs or what you see or what you hear? eða því sem þú heyrir eða sérð? Be careful Farðu varlega. that we do not invite the enemy Að við gefum ekki óvinnunum tækifæri to have something over us, að hafa eitthvað halda okkur, to tempt us til að freista okkur and to bring us down. og til að draga okkur niður með sér. The dead know nothing. Hinni dauðu fita ekki They are neitt. waiting Þeir eru að býða
until Jesus comes. þar til að Jesús kemur. What a glorious day that will be. Þvílíkur dýradagur sem það verður. Our job, Starfið okkar, our role, okkar hlutverk, right here and now, hér og nú, is to surrender our lives to Him. að gefa líf okkar til hans. That when that time comes, Að þegar sá tími kemur, together with our departed loved ones, að við að fara með okkar ástunum sem on eru that dánir, trumpet sound, þegar að trompeti hljómar, there will be a grand reunion að þá verða dýrlegir endurfundir as we meet Jesus in the air. þegar við hittum Jesú í himminum. How many of you Hversu mörg ykkar want to be viljið vera in that grand reunion? með í þessum endurfundum? How many of you Hversu mörg ykkar want to say, Lord, viljið segja Drottinn, do whatever it takes, gerðu allt sem það þarf, that I am not deceived, að ég megi ekki vera blektur, that I am kept faithful, að ég megi reynast not trúfastur, by might, ekki fyrir not by mátt, power, ekki fyrir kraft, but by your Spirit. heldur fyrir anda þinn. Let's pray. Við skulum biðja. Mighty God and everlasting Father, Almáttugur Guð og ævarandi Faðir, it's been a long day, þetta hefur verið langur dagur and we want to thank you and praise you. og við viljum þakka þig og lofa. Father, I want to thank you and praise you for each and every one here. Mér langar til að þakka þig og lofa fyrir hvern og einn sem You've hér. heard our earnest plea tonight. Þú hefur heyrt bæn okkar í kvöld. Lord, do whatever it takes, Guð, gerðu allt sem þú that þarft. when that time comes when you take us home, Að það segja svo dagur kemur þegar þú tekur okkur when heim. the trumpet sound, Að þegar trompetin hljóma, whether we are in the grave or we're alive, hvort sem við erum í gröfinni eða á makes lífi, no difference. það skiptir ekki öllu. As long as we are there to meet you in the clouds of glory, Svo lengi sem að við hittum þig í dýrðarskíunum. please do whatever it takes. Við byggjum því að gera allt sem þarf til Keep þess. us faithful. Halt okkur Keep us true trúfastum, to your word, sönn orðið þínu, not by might, ekki fyrir no kraft, by power, ekki fyrir styrk, but by your Spirit. heldur fyrir I anda þig. thank you and Ég praise you. þakka þér og lofa þig. You have heard our prayers Þú hefur heyrt bæn okkar because we ask it in Jesus. vegna þess að við byggjum þess í Jesú. Amen. Amen. Þá þökkum við Jan kærlega fyrir boðskap kvöldsins og við höldum áfram með fyrirlesturröðina annað kvöld klukkan 7 og ég bið Guð að gæta ykkur og hlakka til að sjá okkur aftur á morgun klukkan 7. Megi Guð blessa ykkur og góða nótt.